En nú Þorvaldur Gylfason, prófessor emeritus í hagfræði komin í þáttinn. Velkomin til okkar. Takk fyrir. Þorvaldur hefur víða komið og fylgst vel með gangi heimsmáluna í langan tíma. Við ætlum að ræða saman stöðuna í alþjóðamálum, farið við sviðið og metahorfur. Heimurinn allt öðruvísi núna en hann var bara fyrir fáeinum árum. Þorvaldur, byrjum á aðgerðunum í Venezuela, handtöku Maduros og einhvers konar tímabundna yfirtöku Bandaríkjanna á stjórn landsins. Hvernig leist þér á þetta og líst á framhaldið í landinu og heimslutanum? Þetta skýrt lögbrot sem Bandaríkjastjórn hefur þarna framið, mannrán. Það bara grundvallar regla í samskiptum þjóða og sem tryggð í þjóðarétti, að það fólkið sjálft sem á að skipta ríkisstjórnir heima hjá sér. Óháð því hversu vondar þær kunna að vera. Og það aðeins sem fólkið heima fyrir kallar á neyðarhjálp frá útlöndum sem hægt að réttlæta slík afskipti. Ekkert slíkt á við þarna. Og nú bara kveðum við nýjan tón í Washington. Forseti Bandaríkjanna bjáni og bófi, hann bara gangandi glæpafaraldur og það sést á því að hann ætlar að fylgja þessu Venezuelu ævintýri eftir með því að hafa í hótunum við Grænland og þar með Danmörku og þar með okkur öll og þessi trúður sem hann ætlar að hafa fyrir næsta sendiherra á Íslandi hefur í hótunum við Ísland þannig að okkar eigin utanríkisráðherra hefur þurft að kvarta og þetta bara algjörlega ný tíðindi. Já. En það að hafa í hótunum við bandamenn í NATO, það svo alvarlegur hlutur að jafnvel republikana flokkur Bandaríkjaforseta í þinginu í Washington kann að segja nei, nú of langt gengið. Þannig ég bind vonir við að það verði til þess að fella forsetan frá völdum ef það dregst að draga fram þátt hans í glæpastarfsemi Jeffrey Epsteins sem ég vissum að á eftir að gerast. Það bara spurning það hvernig afhjúpun þessara hneyksla raðast upp í tímanum. En hvernig á að taka yfirlýsingum hans? Já, við erum að hlusta og þykjast bera virðingu fyrir honum og sjá svo til. 10 þjóðir eru þegar búin að senda varnarlið til Grænlands. Og ég efast að hann hrökklast venjulega undan, hann skræfa og þess vegna ég nú ekki jafn óttafullur eins og margir grænlendingar eru skiljanlega. En horfðu bara á kortið ef hann lítur þessum augum á Grænland, af hverju skildi hann ekki líta sömu augum á Ísland. Já. Ísland hefur verið án varnarliðs frá 2006 þegar Bandaríkjastjórn dró varnarliðið tilbaka gegn mótmælum þáverandi ríkisstjórnar og svo eftir innrás og innlimun Rússa á Krím að þá gerður leynilegur framhaldsvarnarsamningur við Bandaríkin, leynilegur, þannig að meiri segja öryggismálanefnd Alþingis var ekki gerð grein fyrir því. Þannig að fólki í landinu var áframlátið velkjast í þeirri villu að allt væri óhætt og við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af eigin landvörnum. Og þessari leynd var ekki svipt af þessum viðbótra varnarsamningi fyrir bara í fyrra eða hitti fyrra. Við erum orðum ríkisstjórnin og stjórnsýslan brást gersamlega og þess vegna eru Íslendingar því miður ekki nógu vel búnir undir þessar væringar sem nú eru uppi úr því að þeim var með röngu haldið óupplýstum þá vá sem að steðjaði að Íslandi eftir að Rússar byrjuðu að ráðast fyrst inn í Georgíu og síðar inn á Krím og nú loksins með þessu líka offorsi inn í Úkraínu 2022. Já. Og það stríð sem enn stendur og það eins og Putin, það eins og Trump hafi sömu afstöðu til Grænlands og Danmerkur og okkar hinna eins og Putin hefur til sinna nágranna landa og nú síðast Úkraínu. Og svo náttúrulega, ef við færum okkur lengra til austurs, þá hafa Kínverjar haft í hótunum við Tævan í mörg ár.
og sko yfirlýsingar Pútins, jafnvel þótt hann fylgir þeim ekki eftir, að þær geta virkað eins og grænt ljós handa bæðið Pútin í Úkraínu og Kínverjum varðandi Tævan. En hvernig Þorvaldur metur samband Íslands og Bandaríkjanna í dag? Sko, Ísland býr á brú milli Evrópu og Bandaríkjanna og þetta er landfræðileg brú, jarðfræðileg og menningarleg. Og Íslendingar hafa gert rétt í því að eiga mjög náin og vinsamleg samskipti bæði við Evrópu og við Bandaríkin. Við erum á evrópska efnahagssvæðinu sem jafngildir Evrópusambands aðild að 3/4 eða eitthvað svoleiðis og við höfum einnig verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin, ekki ólíkt því sem að Bretar hafa verið umfram þjóðirnar á meginlandinu og það er mjög brýnt að við varðveitum þetta kort tveggja og það er erfitt meðan núverandi forseti er við völd og hans flokkur en ég hef ekki trú á því að það standi nema skamma hríð því gæti ég að lokið bara í kosningunum í nóvember næstkomandi eða skömmu eftir þær allavega ekki síðar eldur en 2028. Þú ert að vísa til þingkosningana í Bandaríkjunum, já, nákvæmlega. Og þess vegna held ég að Bandaríkin snúi aftur til fyrra horfs sem einkennist af bara gagnkvæmri vináttu og virðingu fyrir bandalagsþjóðirnar í Evrópu, enda þótt kaninn hafi nú gert sig segan ýmislegt sem ekki er nógu gott í öðrum heimslutum. Já. En svo tölum aðeins Atlantshafsbandalagið, hvernig líst þér á stöðuna þar? Já, Evrópa á bara að halda áfram eins og ekkert hafi í skorist. Það er auðvitað Evrópumönnum til vinkunar, Evrópuþjóðunum og Evrópusambandinu að hafa vanrækt varnarmálin í trausti þess að Bandaríkin veittur nægilegt skjól. Ég meina, skjólið frá Bandaríkjunum var nauðsynlegt og rétt eftir heimsstyrjöldina þegar Evrópa var einu rúgandi rúst. En núna öllum þessum árum síðar þegar Evrópa er búin að taka fram úr Bandaríkjunum að mörgu leyti, ég meina, venjulegur Evrópumaður lifir 3 árum lengur heldur en venjulegur Bandaríkjamaður og svo framvegis. Og félagstryggingar, heilbrigðstryggingar og allt slíkt í Evrópu ber af því sem að Bandaríkjastjórn býður sínu fólki upp á og þannig að Evrópa er sterk og Evrópusambandið er miklu fjölmennara heldur en Bandaríkin. Það er meira að segja fjölmennara heldur en Bandaríkin og Rússland samanlagt og af hverju skildi Evrópa þá ganga með betlistafti Bandaríkjana leið og einhver ógnstafar af henni. Já, af hverju hefur Bandaríkin hafa þau þessa stöðu sem þau hafa? Já, það er bara vegna þess að Evrópa hefur einhvern veginn gengið á lagið og hún þekkti ekki sinn vitjunartíma en það sem hefur gerst núna í Úkraínu síðastliðin 4 ár ætti nú að duga til þess að vekja Evrópusambandsþjóðirnar upp af værum blundi. Þannig að þær þurfa bara að taka eigin varnir í eigin hendur. Ég meina, Bretland og Frakland eru kjarnorkuveldi líka. Og Evrópa er fullfær að verjast og ef að kaninn gengur úr skaftinu, þá mætti til dæmis bjóða Mexíkó að koma inn í staðinn. Mexíkó liggur að Norður-Atlantshafi líka. Já. Og þannig að og Kanada er mjög tryggur bandamaður, þannig að jafnvel þótt að drægist að koma vitinu í bandarísk stjórnmál aftur að þá þarf það ekki að eyðileggja þann part af Norður-Atlantshafs samstarfinu sem liggur vestan við hafið. Förum aftur til Suður-Ameríku. Þar hafa margar þjóðir verið býsna óheppnar með leiðtoga lengi. Já, óheppnar með sjálfar sig, Í Venezuelu er það mjög merkilegt að það var ríkasta landið í álfunni, alveg þangað til 1990 í krafti olíuauðs en þarna var óstöðugt stjórnarfar sem endar með því að kommunistina er völdum Hugo Chávez og hann leggur þarna allt í rúst og svo þessi Maduro, harðstjóri sem tók við á honum sem situr núna í fangelsi í New York. Þannig að landið er
sko í mjög miklum kröggum. En það hefur fjórði hver íbúi landsins flúi land, sumir jafnvel hingað heim til Íslands en flestir til Kólumbíu og annarra Suður-Ameríku landa. En eftir sem áður sko bjart yfir Suður-Ameríku þegar til langstími litið, minna Brasilía eitt flottrasta land heimsins í mörgu tilliti og því stjórnað núna af lýðræðislega kjörnum forseta á þingi og þeir gerðu það sem að Bandaríkjamenn hafðu ekki reyna á að gera, þeir settu sinn fyrirverandi forseta og fylgismann Trumps forseta í fangelsi og hann hefur fengið margra áratuga dóm fyrir þess konar glæpi sem hafa raun og veru sannast á Trump forseta heima fyrir. Svo þarna hefur Brasilía vinningin umfram Bandaríkin. Þannig í ljósi þess og Brasilía langt stærsta og fjölmennasta og mikilvægasta landið í álfunni, í ljósi þess að Brasilía stendur sig með vörtum og öllu, að þá finnst mér ástæði til þess að vera frekar bjarsýnn á horfurnar í Suður-Ameríku. Argentínu að vísu illa stjórna, það maður sem gengur með keðjusög til þess að lýsa stjórnarstefnu sinni og keðjusög og stjórnmálur ekki góð blanda og hafa aldrei verið. En sko ríkisbókhaldi lítur allt öðruvísi út núna samt í Argentínu. Já, veistu, ég hef ekki trú á því að forseti Argentínu hvað ég að segja, villimaður, bara keðjusögin segir allt sem segja þarf og það og svo fekk hann einhverja neyðarhjálp stórkostlega frá Bandaríkjunum sem flytt honum í gegnum síðustu kosningar en það engin framtíð í þessu. En gallin bara að sá að þessar ríkisstjórnir sem undan hafa farið, þær hafa bara allar verið vondar og spiltar og það eins og að bara einhver bölvun hvíli yfir Argentínu, þessu ríka og fína landi. Ég meina 1930, fyrir 100 árum, þá var það algengari skoðun að Argentína væri framtíðarlandi frekar en Bandaríkin. En svo bara mistuði þetta allt saman út úr höndunum og mistuði tök á lýðræðinu, þetta voru herforingjastjórnir og allt hvaðina og núna að vísu lýðræðislega kjörin stjórn í landinu að við skulum sjá hvort það rætist út hjá þeim líka. Ég vona það nú. En ég vona bara keðjusögin flýti fyrir því að hann falli frá völdum þessi Milei sem núna forsetið þar. Ég þekki ekki vel samband ríkja í Suður-Ameríku og tengsl og viðskipti og annað slíkt en mikilvægt fyrir álfuna að Brasilíu gangi vel? Já, það mjög mikilvægt. Og ekki bara það. Sko, Evrópusambandið nýbúið að gera stórkostlega viðskiptasamning við 4 stóru lönd í Suður-Ameríku. Mercosur, sko. Og það Brasilíu, Argentína og 2 önnur og þetta fríverslunarsamningur sko sem er til 700 milljóna manna, þetta stærsti fríverslunarsamningur sem hefur verið gerður og nú bara vona ég að það sé búið þannig hnútana að menn girði fyrir mistökin sem urðu þegar að stóri samningur var gerður í tíð Clinton og Bush stjórnana. Villan þar var svo að gæta ekki að því að passa upp á þá sem að missa spón úr raski sínum vegna erlendra samkeppni. Og það bara grundvallar atriði í frjálsum viðskiptum að þau geta hagnast öllum svo lengi þess sé gætt að hagnum af viðskiptafrelsinu sé skipt réttlátlega og enginn falli útbyrðis. Og þetta klikkaði. Og Evrópusambandið og Mercosur-löndin hljóta að hafa lært það af þessum fyrri mistökum að þau mega ekki semja upp á slík bíti aftur. Ég hef ekki séð smáletrið í efnið samningsins eða þá en ég vænti þess að þau hafi passað upp á þetta. Já. En ástæði til að vera bjartsýnn fyrir hönd íbúa Venezuela? Það ofsnefnt að segja. Sko þetta lítur þannig út að var harðstjórnin heldur áfram. Það meiri segja uppi háværar grunnsemdir að Bandaríkjastjórn hafi fengið hjálp innanfrá og jafnvel frá varaforsetanum sjálfum. Og svo kemur í ljós og olíufyrirtækin sem átt að moka þarna olíu, þau hafa engan áhuga á því það er ekki vinnandi vegur. Og þetta tala að Venezuela búið mestu olíuauðlindum heims, það stafar af því að einræðisherran hann ákvað það að endur skilgreina olíuauðlindirnar og þrefalda þær með einu pennastriki. Já. Það er ekki rétt talið. Nei, það er ekki rétt talið sko. En svo er annað í þessu og það er það að eftir að Rússar hættu að geta hjálpa Kúbu, þá hefur Venezuela haldið Kúbu á floti með olíusendingum þangað og einn parturinn af því sem Bandaríkin kunna vera að gera
að kunna vera að hugsa á bakvið þessar aðgerðir, er að stöðva olíusendingarnar frá Venezuela til Kúbu til þess að brjóta Kúbu á bak aftur. Það er þetta sem að við hefum eftir að sjá hvort muni gerast á næstunni. Já. Er líka ástæða til þess að ætla að Trump aðhafist eitthvað í Kólumbíu? Já, það er ómögulegt að segja. Já. Hann hefur haft einhver svona lítilsáttar hótunum við Kólumbíu líka, sko. En sko, þessar yfirlýsingar Trumps og einhverjum, sko, hans hægri handar sem heitir Steve Miller, sem er bara hreinræktaður fasisti, hann er það sem við myndum kalla á góðri skakfiskur, bara stjörnuvitlaus. Og hann segir það bara, við tökum þau lönd í álfunni sem okkur sýnist af því að við getum það. Og hann bara varðar ekkert þann arkitektúr sem við byggðum upp, sko, skaðbrend eftir lok heimsstyrjaldarinnar síðari, tvekja heimsstyrjalda. Og þeir eru bara komnir aftur, sko, fyrir heimsstyrjaldina. Og ég hef þá bara trú á lýðræðinu og manninum að þessi menn verði ekki látni komast upp með þetta. Nei. Og ég spái því að þeir lendi margir í fangelsi. Grænland, förum aftur til Grænlands. Já. Þetta er alveg með ólíkindum hvernig þið talaði þarna fyrir aftan. Já, það er alveg svakalegt. Já. Það er alveg svakalegt. Sko, grænlendingar eiga að vísu svolitla sök á þessu sjálfur. Ég fylg svolítið með því. Sko, það gerðist fyrir nokkrum áratugum að sendiherra Þýskalands á Íslandi var sendur á Evrópusambandinu til Grænlands til þess að ræða við yfirvöld þar í Núk, sko, það að Grænland væri stórt og mikilvægt og mikilvægi þess í hernaðarlegu tilliti, sko, færi vaxandi og að Danmörk væri lítið land og kannski væri, sko, ástæða til þess að Evrópusambandið með allan sinn styrk, sko, kæmi inn til þess að hjálpa og svo framvegis. Og sendiherrann sagði mér sjálfur að grænlensk stjórnvöld sýndu þessu engan skilning eða áhuga. Þannig að þessi heimsókn hans varði ekki til þess að neina breytingar yrðu á þessum ástandi. En á móti kemur að Bandaríkjamenn hafa í raun og veru aðstöðu til þess að gera þarna hvað sem þeir vilja. Þeir voru með fjöldan allan af herstöðum og svo bara lokuðu þeir þeim öllum nema einni. Það var alveg eins og þeir fóru með sitt varnarlið NATO frá Íslandi 2006. Þannig að ef þeir bæðum að mega endur opna þessar stöðvar núna að ótta við skipaferðir Rússa og Kínverja í kringu Grænland sem engar eru, að þá myndu grænlendingar fúslega veita þeim það. En eitt er að eiga slíks vinsamlega samskipti við bandalags þjóð, þar er að segja Grænlandi gegnum Dani, og annað ætla að fara að kasta exin á það. Menn eru hættir að kaupa og selja lönd eins og búfé. Sko, það tíðkæst fyrir 150 árum. 100 árum, en að voga sér að tala þannig í nútímanum að það bara bendir til þess að það sé eitthvað meira en lítið sem ekki er að leið. Já, þú gafst honum ekki háa einhvern þessum manni sem er að koma hingað að vera sendið þeirra? Nei, en sjáðu, fólkið í kringum ríkisstjórn Trumps er bara undirmálslýður. Þetta er fólk sem er tattúveraði bak og fyrir, sko, með nasista táknum sund, sko, varnarmálar á þar, sjáðu. Það er myndra honum berum og ofan og þá sem segir allt það hérna, hver hann er. Ég hef ekki séð þess. Og þetta, svona er starfsfólki í Hvíta húsinu meira og minna, svona eru háttskipaðir, háttsettir embættismenn og sendiherrar. Þannig að þetta er eitthvað voðalega að samsafna fólki sem nokkur lýðræðisríki hefur nokkur tíman dúkkað upp með síðan í Þýskalandi á 3. og 4. áratugnum. Talað tapitungulaust hér á mótni dags. Þakkar innlega fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni, Þorvaldur Gylfason. Takk fyrir.